dag ætla ég að laga heilhveitibrauð. Ég kallaði þetta kjarnabrauð þegar ég var að byrja með bakaríið og byrjuðum að selja í vöruval. Þá langaði mig að koma með gamla heilhveitibrauðið. Þá voru bara framleidd franskbrauð, rúgbrauð, heilhveitibrauð og normabrauð og rúsínubrauð. Og mér langaði að fara aftur til tímans þar sem þetta var bara, þetta dregur fram minningar. Þetta var eitt af mínum uppáhaldsbrauðum. Ég búinn að vigta hérna efnin í þetta. Heilhveiti, hveiti og smjör. Má vera hvaða olía sem er. Ég bara elska íslenska smjörið. Þurrger, salt og vatn. Þetta er 22 gráður. Ég miða oft við að stinga fingrinum í og ef ég finn ekki fyrir neinum hita og ekki heldur kulda þá er þetta nokkurn veginn rúmlega eftir 20 gráður. Það má alls ekki finna neinn hita. Þá er þetta orðið 30 og eitthvað yfir líkamshitann. Hérna við þessa fínu Professional KitchenAid hrærivél. Búinn að þráða þetta í mörg ár. Og kjömmum, öflug og eflaust hún er aðeins stærri heldur en vélar almennt. Þessi er sérstaklega gerð fyrir fagfólk með öryggisgrind og allt. En uppskriftin á skjánum er minni en þessi. Ég get tekið hátt í 1 lítur af deigi sem að gerir hátt í 3 kíló. Hún tekur það alveg þessi og ég get náð alveg 4 til 5, 4 brauðum. Þannig að ég ætla bara að dengja þessu hérna í. Ég vil taka það fram að vinnslan á þessu hjá mér er meiri heldur en þú heldur og ég þarf ekkert að vera að setja þetta í bleyti. Við bakararnir bara dengjum þessu beint í deigið og þetta leysist algjörlega upp í vinnslunni. Og saltið. Heilhveitið. Svo bara vatnið. Rinn þetta náttúrulega rólega fyrst, jafnvel bara alveg 5 mínútur. Og ég ætla ekki að gefa ykkur neitt sérstakann tíma á vinnslunni. Heldur kenna ykkur hvernig getur séð þegar að gerdeig er orðið tilbúið til þess að fara að vinna úr því. Vélarnar eru misjafnar, hveitið er misjafnt, þannig við þurfum að þekkja eitthvað meira heldur en bara beinharðan tíma. Nú er þetta búið að vera í cirka 5 mínútur að nást alveg saman og venjulega læt ég bara þennan hraða duga áfram. Það þarf ekkert að vera að keyra þetta á miklu spýti, sérstaklega ef að deigið er þetta mikið. Og ég vil taka það fram að þegar við erum að baka gerbakstur, brauð heima, að nota þá rétt hveiti, ekki ódýrt þunnt hveiti sem að oft kemur frá Evrópu. Þá getur maður valið til dæmis Pillsbury Best. Það er yfirleitt ræktað við svona sólríkar aðstæður, þannig að það er mjög gott í brauðabakstur. Eins er Kornax að framleiða sérstaklega sterkara hveiti fyrir brauðabakstur og það er þetta í öðruvísi umbúðum, held með svörtum stöfum. Þannig að velja frekar gott hveiti og svo skipt. Þetta er instant ger sem ég á. Þetta er eiginlega sama hvaða þurrger þú notar. Þannig nú held ég áfram að vinna þetta og ég sýni ykkur eftir smá stund. Ég get sýnt ykkur núna
maður tekur deig og maður teygir á því svona og það á að vera þunn himna sem hann myndast, en sjáu þetta slitna strax í sundur og þetta er, sko, þetta er alltof gróft. Sjáum á eftir þegar við erum búin að vinna þetta lengur að þetta verður bara eins og þunn húð sem við teygjum út. Á meðan ætla ég að undirbúa ofninn og ég er að reyna að kenna ykkur hvernig við getum bakað brauð eins og við fáum úr bakaríinu. Þá þarf ég að útbúa breyta þessu í gufuofn, þannig að hann sé svona ekki meira en 50 gráður en gefur frá sér gufu. Ég geri það með því að ég getur verið hvaða fat sem er, þá set ég vatn í þessa skúffu. Hef hana hérna í botninum, stilli bara á svona 50 gráður, leyfa honum bara vera svona, þá fer hann að mynda gufu og hér kemur brauðið til með að hefast. En á meðan er brauðið að vinnast þarna og ég er enga ágjör af því, þetta má vinnast vel. Kíkjum á þetta eftir smá stund. Nú er degið búið að vera, ég ætla að það er búið að vera í 10 mínútur, ég mældi það ekki, ég fylgdist bara með. Og nú er bara að setja það hérna á brettið. Gott að vera með tré, þá þarf maður ekki endilega að vera með hveiti undir og svona stíft degið, það þarf ekkert að vera löðrandi hveiti. Og síðan ekki að gera tilraun sko með að teygja aðeins á þessu, sjá hvort þetta slitni allt í sundur. Nei, eins og áðan þá bara komu göt eins og skot. Þetta verður það þunnt. En það er alltaf með gróft deig, sko, það er alltaf, þetta á sérstaklega við alveg hveitibrauð. Þá getur þú náðið bara í séu hvað þetta verður fínt. Nú er deigið tilbúið til þess að fara, það slitnar ekki eins og aðeins hér. Flott svona. Hér má þetta bara standa og set bara plast yfir og klút til að halda hitanum. Rakinn fer ekki út og dúkurinn heldur í þessum yl og þetta verður að standa svona í 15 mínútur. Áður en fyrir maður að vikta. Þá sláum við þessu upp í kúlur og þá standa þær aftur í 15 mínútur. Eftir það fer það í form. Og þá er ofninn orðinn vel mettur af raka og góðum yl. Þannig að þetta er svona triksið að ná góðum brauðum í heimahúsum. Þá eru liðnar 15 mínútur og þetta er aðeins búið að lyfta sér. Þá er bara að vikta brauðin. Ég er með þetta allt hérna í símanum sko. Þetta eru 650 gramma brauð. Það er svona venjuleg stærð af brauðum sem þú kaupir í bakaríi. Og nú bara get ekki alltaf svona í bakaríinu. Þá er ég komið með þetta heim líka. En þið megið nota náttúrulega hvað sem er, hníf eða whatever. Mér finnst þetta bara mjög þægilegt. Síðan er þessu bara slegið upp í kúlur. Svona gera bakarar, en heima getur þú gert svona. Bara tekið, safnað inn í hérna
miðjuna. Þannig að þú ert komið með svona kúlu. Og það er sett hér á borðið. Og eins svona. Svo gerum við bara eins. Þetta er látið standa hér í aðrar 15 mínútur. Hérna erum við form. Þetta er svona já, 1,5 lítur kallast þau. Þetta er frekar stór form. Það þurfa að vera það fyrir þetta er mjög þægilegt, en það má náttúrulega pensla þetta með hvað olíu sem er. Ready. Þá eru við liðnar aðrar 15 mínútur og þá er þetta tilbúið að slá upp í brauð og setja í form og í hefskap. Og ég ætla bara að sýna ykkur, ég er náttúrulega búinn að gera nokkur 100.000 svona brauð yfir þann tíma sem ég baka. Ok, fletja út, þetta er orðið svona svolítið óval. Byrja á því að brjóta inn á og þrýsta niður og svo hinum megin frá og þrýsta niður, taka hornin, teygja aðeins á þeim og brjóta inn á. Þá er þetta orðið svo umslag sem er búið að loka og síðan byrjar maður að rúlla þessu upp. Fingurna svona. En það má bara reyna að finna út sína aðferð. En tilgangurinn er að búa til svona jafnt ferli inn í því og húðin sé slétt yfir. Og hafa það bara nógu langt þannig að þrýstist út í endana. Þannig að það verði ekki svona. Þannig að endasneiðarnar nýtið sem best og eitt viðbútt. Sjá þetta bara aftur og aftur. Prófa að taka þetta hérna megin frá ef þið sjáu eitthvað betur eða frá öðru sjónarhorni. Þarna sett ég endana inn fyrst, það skiptir ekki öllu máli. Er óvægt að hér er þessi fíni ylur. Og þetta tekur oft svona hálftíma. En það fer líka eftir hvernig degið er, þannig að við notum augum voða mikið. Þetta þarf allavega að koma vel upp fyrir brúnina á formunum áður en við förum að henda þessi í ofn. Nú tók ég þetta út og keyrði ofnin bara upp í 250 og venjulegur ofn er kannski 10-12 mínútur að því, þannig að það er lægi að þú og brauðið standi hér á meðan. Og nú er hann orðinn 250 gráðu heitur og maður hefur bara plast yfir þessu og jafnvel spreyjar vatni á til að halda þessu röku og fínu. Síðan, alvöru bakari, hann er með gufutakka á ofninu. Hann setur inn brauð og skýtur inn gufu og það gerir það að verkum að degið hefur meiri séns á að lyfta sér og þenjast meir út. Og þar fyrir utan þá er borið í brauð. Það er tvenns konar tilgangur. Það er bæði að brauðið verður fallegra og það líka hefur séns á að þenja sig út
og spennast upp. Og ég er með svona, passa sig að vera með vel beittan og góðan hníf, prófa þarna nöglinn á sér. Og einn bara djúpur skurður. Það held ég. Síðan er ég með ískalt vatn í glasi. Það er betra að hann sé kalt, því að þegar það kemur á brennheitt stálið þá myndast mikil gufa. Síðan fara brauðin bara inn. Og vatninu skvett inn og lokað og lækka niður 220. Ofnarnir eru mjög misjafnir. Minn ofn er þannig að hann á erfitt með að, og ég hef ekki blástur. Ef ég hef blástur á mínum ofni þá dökknar þetta of mikið á ofan og botninn verður ljós. Hann er samt slappur að kynda vel undir, þannig að ég skipti bakstrinum í korter jafnan hita, bæti við korter undir hita og annað korter jafnan hita. Þannig að fyrir þessum ofni er ég búinn að finna út þessa aðferð. Þannig að þetta er í 40 mínútur, það er nú eiginlega hámark á 220. En það verður dökk og falleg og fá góða skorpu. Jæja, nú er þetta búið að vera í allavega 5 mínútur inni og það var allt í lagi að opna. Þá kemur mikil gufa, hleypist út og þetta er búið að lyfta sér aðeins meira og nú þarf það bara að fá fallegan lit og klárast baksturinn. Þannig að þetta er alveg reisuleg brauð. Jæja, nú er að vísu 3 mínútur eftir. Og ég sé að liturinn er orðinn það dökkur og að maður getur ekki bara treyst á tíma. Maður þarf að fylgjast með bakstrinum og stundum bætir maður við, stundum dregur maður úr. Þannig að mér sýnist þetta að vera orðið gott núna. Það er komið fallegur litur á þetta. Það hafa grindina hérna því það er gott að brauðið kólni á grind. Glæsilegt. Flott. Síðan kólnar þetta bara hérna í nokkra klukkutíma. Svo sker ég þau öll niður og set í plastpoka og í frost. Og því við erum svo fá í heimili. Þannig við tökum bara úr 2 til 4 sneiðar á morgnana. Jæja, þá er dagur eða kveldi kominn. Ég er komin í aðra peysu, búinn að fara að heimsækja mömmu. Og brauðin er orðin köld og fín til að skera niður. Best að skera þetta bara strax, ekki bíða til morguns. Fara glæni í frysti. Og ég ætla að prófa rakandi flott. Mjög fallegt, þétt og flott. Sjáu þið uppsláttinn. Bólurnar rúllast svona eftir því sem ég rúllaði þessu upp. Og það er tilgangurinn með þessu. Það sé svolítið fagmannlegt. Gjörðu svo vel. Svo sker ég þetta bara niður. Fallegar sneiðar. Plastpoki, plastklemma, beint í frost. Tilbúið í frost. Allt niður sneitt. Þetta var bara létt og löðmannlegt verk.